Bæjarbíó kvikmyndahús Kvikmyndasafns Íslands í Hafnarfirði. Bíóið hefur verið starfrækt í fjöldamörg ár og staðsett í merkilegri byggingu í miðbæ Hafnarfjarðar. En hver saga þessa glæsilega hús? 1942 þá tekin ákvörðun það að reisa hér ráðhús Hafnarfjarðar og fela inn í það kvikmyndahús. Það völdust til verka með til þess að úthugsa þessa byggingu merkilegir arkitektar. Það var Sigmundur Halldórsson. Allt hér innanhús var Skarphéðinn okkur Jóhannsson, arkitekt, þannig að þeir sameinuðu kraftana arkitekt húsins í heild og svo innanhúsarkitekt fyrir bíóið. Sætin í bíóinu eru flutt inn frá Ameríku og vélarnar náttúrulega og loftræstikerfið. Og svo það 1945 að herligheitin eru tilbúin og fyrsta kvikmyndasýningin fer hér fram 10. janúar 1945. En til að mynda inngöngudyrnar hingað í forsalinn, þær voru hugsaðar eins og við getum séð núna með svona glerringluggum, en menn höfðu ekki ráð á því að smíða þær hurðar, þá heldur voru þetta bara tréhurðar með engum gluggum. Það ekki síðan fyrir en kvikmyndasafnið fær yfirráð yfir þessu húsi fyrir síðustu aldamót að ákveðið að fara í mikla endurgerð á húsinu. Það hafði náttúrulega drabbast mikið niður og það var miklu breytt og mikið skemmt. Þegar safnið tók við húsinu þá var farið út í að reyna að koma því í upprunalegt horf. Miðasöluopið hérna endurgert samkvæmt teikningum og ljósin smíðuð og þeim komum fyrir samkvæmt teikningum. Það fleira hérna í sambandi við þetta anddyri hér sem merkilegt, sem eru þessar veggskreytingar sem blasa við það komið inn. Dálítið gaman að hugsa út í það að þetta umverulega grunnlógó Hafnarfjarðarbæjar sem blasa hérna við. Sjómaðurinn með þorskinn í fanginu og fiskvinnslukonan með saltfiski unnin upp úr þessum þorski sem hefur borist á land, togarinn hérna í bakgrunni. Og síðan eru draumkenndari myndir yfir inngöngudyrunum í bíósalinn. Ég túlka það þannig, það eru hafmeyjar og við erum komin inn í ævintýraheiminn sem lítur að taka við þegar farið inn í bíósalinn. Og við reynum að viðhalda tilfinningunni fyrir því hvernig það var að fara í bíó hérna fyrr á tíð. Það dregið frá tjald og gestur eru boðnir velkomnir í Bæjarbíó samkvæmt gömlum trailer sem var fundinn hér upp í sýningaklefa. Og svo sýnum við á tveimur 35 mm sýningavélum sem eiginlega skilyrði fyrir því að geta fengið lánaðar kvikmyndir frá systursöfnum okkar erlendis. Segðu mér frá þessu verki sem stendur hérna í anddyrinum. Já, það var nefnilega þannig að það stóð til strax í upphafi að allur ágóði að kvikmyndasýningum hér rynni til byggingar Sólvangs. Og eins og stendur hérna á myndinni að þá þeir sem skemmta sér í Bæjarbíói, þeir safnaði sjóð til elliárana. Og þessi mynd hérna sem við hangið hér í forsalnum í langan tíma, hún eftir Eirík Smith, listmálara. Og við erum með hana hér fyrir aftan þessar sýningavélar til þess að minna á þessari sýningu á safngripum hérna frammi að það eru þessar spólur á sýningavélunum sem urðu undirstaðan fyrir byggingu Sólvangs.